Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við reiknum sparnað í töflureikni. Hann Ármann hann leggur 501.039 krónur á bankabók, vextin 1,4%. Hann leggur peningana inn 19. mars, tekur það út 28. október. Við þurfum að telja hvað þetta eru margir dagar. Í raun byrjar þetta ekki að telja fyrir daginn eftir, þannig að hann fær ekki nema 10 daga fyrir mars. Svo er nú fljótlegt að telja mánuðina sem eru heilir, og þegar ég slæ inn tölu og nota plúsin, því muni ég stundum nota plúsin til þess að draga formúlur niður, ég get líka nota hann til þess að draga tölur niður. Þegar ég er bara með eina tölu þá kemur bara sú tala aftur og aftur. Allir heilir mánuðir fá 30 vaxtadaga, alveg sama hvort það eru 28, 29, 30 eða 31 dagur í þeim mánuði. Október, við fáum 28 daga þar, því hann tekur þetta út 28. Hérna ætla ég að nota, ekki þetta, fara hérna í sjálfvirk summa og hún velur fyrir mig dagana. Ég fæ 218 daga. Nú get ég farið að sjá hvaðan fær mikið og ég ætla að gera það hérna. Hérna ætla ég að gera upphæðin sem hann lagði inn sinnum vextirnir sinnum þessi tala deilt með 360, því það eru 360 vaxtadagar í heilu ári. Þetta eru þá vextirnir. Ég get þá bara skrifað hérna vextir og svo er upphæðin hérna og þá þarf ég ekki að gera neitt annað en að leggja saman upphæflegu upphæðina og vextina. Hann getur tekið út 505.287 krónur. Ég ætla að kíkja aðeins á annað dæmi líka. Hér leggur hann inn á bankabók og hér er hann að leggja inn aftur og aftur. Þetta eru 3% vextir. Þetta er svolítið flóknara dæmi og ég ætla, það er þetta reiknið á fleiri en einn hátt, en ég ætla í raun og veru að gera þetta svona. Hérna ætla ég að skrifa janúar, febrúar, mars, apríl, maí, hvað þarf ég að fara langt, júní og júlí, og af því ég ætla að búa mig til smá pláss, þá ætla ég að færa þetta hérna einn allt til hliðar, því að ég ætla að setja peningana úr fyrstu greiðslu hér, annari greiðslu hér og þriðju greiðslu hér. Sjáðu, fyrsta greiðsla kemur inn 3. janúar, þannig að hún fær 26 daga og þessi greiðsla, þessi fyrsti 30 skall, hann er á vöxtum allan tíman, er það ekki? Þannig að ég skrifa bara 30 hérna alls staðar. Þessi peningur er inni allan tíman, er það ekki? Þessi 30.000. Nema að hann er ekki nema 6 daga, því hann tekur út 7. júlí í síðasta mánuðin. Næsta greiðsla kemur inn 4. mars. Þá þurfa að fara inn í mars. Hann fær 25 vaxtadaga þar, 30 í öllum heilu mánuðum og svo sömu 6 dagana hér. Síðasta greiðslan kemur inn í maí, 25. Hann fær 24 vaxtadaga hér, 30 hér og 6 hér. Nú þarf ég að íta á auto sum aftur
og sjáu þið, hún vill nota þennan eina sem ég setti fyrst og ég vil ekki hafa hann með, þá dreg ég þetta bara svona niður og ég get nota plúsin og dregi til hliðar og ég fæ vaxta tölunar. Núna þarf ég í raun og veru að rekna hér þessi 30.000 gefur mér vexti, sem sagt vaxtatalan sinnum prósentan sinnum þessi vaxtadagafjöldi deilt með 360. Þannig að ég fæ 455 krónur í vexti af þessu tímabili. Næsti 30 skall gefur mér vexti í 3% vexti sinnum þessi dagatala muniði deilt með 360, því þetta eru dagarnir sem þessi peningur er inni, og svo síðasti sextíu deilt með sjá, nú þarf ég að fara bara inn í hérna og stróka út, ég fór að hlaupa hvað til með pendilinn, deilt með 360. Nú sjáu þið, þetta eru vextirnir sem hann fær, þannig að ég þarf að gera þetta pluss þetta pluss þetta eru peningarnir sem hann leggur inn, vextirnir sem hann fær, og svo getum við lagt þetta, ég ætla að gera pluss ekki sinnum, hann getur tekið út 90.908 krónur. Þetta snýst svolítið að brjóta upp þetta er held ég einfaldasta leiðin til þess að gera þetta. Það er pínlítið flókið að ætla að reikna þetta nákvæmlega með einhverju annari leið. Það er alveg hægt. En svona breyti ég niður hvað hver 30 skall gerir. Og svo þarf ég bara að leggja það saman. Þetta er annars vegar það sem hann leggur inn og hins vegar það sem hann fær í vexti, og svo leggjum við þetta saman. Og þetta er nú engin gríðarlegir vextir, en það er að gera ýmislegt fyrir 908 krónur. Það er eitt sem ég ætla að sýna ykkur og er alveg gagnlegt þegar við erum að vinna svona. Sjáðu þið, af því að þetta er allt peningaupphæðir hérna. Ég get farið í að sníða hólf og valið að þetta á að vera gjaldmiðl og þetta á að vera krónur. Ég ætla ekki að nota 0 aukastafi og svo ýti ég á í lagi. Sjáu, þá kemur krónumerking allstaðar fyrir aftan. Og ef ég slægi inn tölu hérna, segjum sem svo að fyrsta bara breytum dæmin, þetta átti að vera 40.000, þá slægi ég bara inn 40.000 og ýti á enter, og þá reiknar hún þetta fyrir mig. Að vísu hefur hún eitthvað rugglast hér, en það breytir ekki að reyturinn er sennilega orðin of breytum við sattur í 40.000. Ég held ég veit ekki hvað sé að. Reyturinn er lítill. Það er ekkert að formúlunni hérna. Við erum bara að stækka reytin. Því að ef að ég fer að skrifa 30, sjá, ef að ég fer að skrifa hérna fyrir aftan, sjá, er þetta eitthvað að stríða mér, förum bara hinga, hver hluta vegna vildi ekki skrifa neitt fyrir mig. En ef að ég skrifa KR, þá les hún það sem texta og þá fer allt í vitleysu. Hún getur ekki blanda saman texta og tölum, en með því að láta hana setja inn krónur, að þá virkar þetta allt saman.